Hæ, ég ætla að gefa ykkur rosalega góð ráð í sambandi við drauma. Það er ofsalega mikilvægt, til dæmis að ef þú vaknar á nóttinni, búin að dreyma eitthvað merkilegt og þú heldur að þú munir það, sko, eftir 4-5 tíma ef þú, sem sagt, náttúrulega vonandi sofnar aftur. Þú ferð bara að pissa, þá detta draumarnir á gólfið og þú manst þá ekki. Þú verður alltaf að skrifa punkta því þetta er eins og þetta eyðist úr hugsuninni. Og, og það skiptir ofsalega miklu máli við erum að spá í börnin. Þau eru með martraðir, ofboðslega algengt að kemur til mig fólk og börnin eru með martraðir og það gengur illa hjá þeim og við höfum áhyggjur. Af hverju ættu börn að vera með martraðið? Það er hrikalega skrítið. Það er líka svo mikilvægt að sé ekki dót í kringu þau. Að herbergið sem þið sofið í sé einfalt hvítt, þið sofið helst við hvíta sængur, þetta skiptir máli og ekkert dót. Því tíðnir þar setjast í alls kyns dót. Það er, því allt er byggt á tíðnum. Þá verður miklu betra fyrir börnin að sofa og segja líka að þið ætla að taka draumana og fleygja þeim. Þá verða þau róleg. Martröð þýðir nákvæmlega að það leggst á mann mara og mara þegar þið getið ekki hreyft ykkur. Það eru margir sem að hafa lent í því að þið eruð eins og frosin og þið bara sjáið fyrir ykkur að einhver kemur og heldur ykkur niðri og þið getið ekki eins og talað og þið skynjið það að þið eru vakandi. Og þarna megið þið ekki vera hrædd. Þetta er náttúrulega orkur því að orka eyðist ekki. Þetta eru það sem að erfiðir, ef að segja, andar sem hafa skilið eftir orðin sín, rifrildið og erfiðleikan og allt þetta og þetta safnast svona saman og leggst á þig. Og þú þarft að númer 1, 2 og 3 að muna. Ég er ekki hrædd. Þetta er ekkert mál. Þetta verður tekið og þið verður að hafa það í hugsuninni. Því að þetta getur gerst aftur og aftur og hreinsa til og passa að hreinsa herbergið og hafa það hvítt og allt þetta svo og ekkert þar inni. Þá fyrir þetta líka að hætta. Svo er ofboðslega mikilvægt ef þið ætla að muna drauman ykkar, það er að vakna hægt. Ef þið vaknið við hringingu eða brjálaðan krakka, þú veist, þá er það farið. Því að þá næri ekki skynjunin að muna. Man þarf að vakna hægt og það getur verið erfitt. Og þá kemur því þegar þið eruð að vakna og þegar þið eruð að sofna, þá þið næst því að vera svona í annarri vídd. Næst því að vera í annarri vídd. Þessna bestu hugmyndir sem kom í heimi eru þegar þú ert að vakna eða þegar þú ert að sofna. Þú ert alveg að sofna og kemur, vá, ég á að gera þetta svona. Vá, ég á að gera þetta svona. Þá er hugurinn þá slakur og það er hægt frá vitundinni, alheimsvitundinni að koma skilaboðum til þín. Það eru líka eins og vökudraumar. Og já, svo að þið látið ekki draumana detta á gólfið. Það er mjög mikilvægt svo að þið þurfa að skrifa og hafa bók sem satt frammi eða eitthvað og skrifa punkta því að það verið að segja ykkur eitthvað. En martraðir og ljótir draumar og rosalegt rugl í draumum er ekki fyrir neinu. Ljótir draumar eru fyrir litlu efni, muniði það. Blóm og tré. Þú veist, það er svo algengt að ykkur dreymi það. Það eru vinir og ættingjar. Og hvernig þau eru að dafna eða hvort þau eru og hvernig þau líta út. Það verður að segja ykkur að þið þurfa að vera athugul. Eitt sem dreymdi hana Sigrúnu, dóttir mína, hún er mjög draumspök, að hún var hérna á grafarholtinu og það voru ekkert nema gul blóm út allt. Nema eitt, það var dáið. Og hún spyr mömmu sem var algjör draumakona, hvað þetta þýðir. Og mamma var svolítið kvöstundum, hún sagði, það deyr einhver, pabbiðin eða eitthvað. Og sagði svo ekki meir það, hún var drottning. Og hérna, hún dó skömmu seinna. Og hún var jörðuð þarna á grafarholtinu. Svo að það er ofboðslega mikilvægt að skoða, þú veist, hvað þið eru að fá í sambandi við tré og blóm og þannig. Og kvikmyndatökumaðurinn minn, hann Dexó, sem er að hjálpa mér, hann sagði mér draum að hann dreymdi að það hefði verið eitthvað í garðinum hans. Það hefði verið manneska í garðinum hans og hann var pirraður. Það er ekki húsið eins og ég sagði sem er sálin. Sálin er allt sem tengist þegar þið búið í hvernig húsið er og svoleiðis sem ég sagði fyrir í þættinum. Heldur tengist það einhverju sem er aðeins utan við þig en pirrar þig. Og draumar koma yfirleitt strax fram.
yfirleitt innan 10 daga. Þeir eru ekki alla ævi að eiga sér stað eins og margir svona halda, því að og ef þið farið að æfa ykkur að já, þetta var út af þessu, já, þetta var út af þessu, þá getið þið kallað á svakalega mikið af draumum því við köllum á að muna draumana. Okkur dreymir öllum jafn mikið, en það er svo merkilegt að 12% af fólki, það dreymir í svarthvítu. Ég veit það ekki og ég veit ekki hver rannsakaði þetta. En að dreyma í lit, þú lokar augunum og svo dreymir í lit, sjáið þið, það er allstaðar kraftaverk. Allir, til dæmis skór, eru svo merkilegi í draumi. Þeir eru fyrir upphefð í sambandi við atvinnutækifæri og frama og þannig. Og og þá er það hversu flottir skór eru og svona. Og falleg föt eru fyrir upphefði líka. Þú veist, það eru fallega, þú veist, finnst þú glæsileg, kannski með sítt hár, það er fullt af peningum í því og skiptir ofsalega mikið máli hvernig þér líður, svo ég fari nú aftur út í það. Stundum dreymir manni og ég var búin að æfa mig það mikið að mér dreymdi nákvæmlega fyrir því sem að myndi gerast. Ég var stödd í Flórída með 12 konum og það er svo skrítið hvað er mögnuð, eins og mér finnst Flórída svona lala, hvað er mögnuð draumaorka þar og ég skildi það ekki. Og mér dreymdi nákvæmlega fyrir því að dóttir mín hefði velt bíl og rétt komist af og svona, það var allt í lagi með þannig að bíllinn væri ónýtur og svona og dreymdi að það hefði verið hringt í mig og mér sagt þetta og ég segi frá þessu við morgunverðarborðið, hálftíma seinna er hringt og það var sagt, dóttir þín velti bílnum og þetta var nálægt Selfossi við Ölfusá og bíllinn er í klessu og það var nákvæmlega eins og þegar maður þjálfar sig að hugsa draumana, þá fáið þið meira því við dreymum öll jafn mikið. Þið verða að æfa ykkur að muna þá, því það eru skilaboð, það er miðlun ef þið skoðið það. Og Guðbjörn minn til dæmis, einn sonur minn, mig dreymdi þegar ég var út á Kanaríeyjum. Þá dreymdi mig það að hann hefði fengið rakettu í andlitið á gamlárskvöld og allt sprungið og ég sagði það verði allt sprungið og allt í vesinni og ég sagði engar rakettur á gamlárskvöld, engar rakettur og það var úr. Hann labbaði aðeins fyrir aftan mig að ég var nú með nokkra krakka og kallinn sem að þú veist að það er náttúrulega stundum eins og auka krakki, nei, grín og lífið er pínu grín. Og hann labbar á eftir mér og tekur upp, þú veist þetta litla sem að sprengist í andlit, sem að sprengist, ég held að sé bannað hérna, tekur upp sem einhver hafi hent og byrjar að blása í það. Ég sé þetta ekki að því þetta er bara lítil sprengja eða, já, og það springur. En ég hafði búin að setja þetta í frumurnar mínar því að ég var alltaf að fara yfir hennar draum og svo, þá hafði ég óvart sett aloe vera gel. Alveg svona mikið sem að er algjör lækning og ég gat hellt yfir hann og inn í augunum á honum allt saman og það er bara rétt svo á hendinni. Svo læknandi sögðu að þetta er bjarga lífi hans. Svo þess vegna þurfum við að skoða að við getum bæði fengið vökudrauma, það kallast kannski maður alveg að sofna og þegar við erum á milli í tíðnunum og við getum fengið svar við nákvæmlega öllu eftir því sem við köllum á það. Við biðjum að fá að dreyma fyrir þessu og það kemur til ykkar. Við biðjum að fá að muna það. Svo það, skal ég segja, skiptir öllu máli. Og því að maður er náttúrulega helmingin af ævinni sem er náttúrulega svolítið spes, sofandi. Nýtið ykkur líka svefnin, hann skiptir máli. Af því að hann er svo mikilvægur og mikilvægt að kalla á draumana sína og nýta sér þá til þess að gera breytingar því að þetta er oftast nær viðvaranir og verða að hjálpa að því að við erum tengingar okkar, tíðnin okkar sem að sendir boðin út, fáum við aftur tilbaka, hjálpar okkur í öllu sambandi við lífið og ég elska draumana og þið megið alveg skrifa mér eða bara hringi í mig þegar þið skrifið mér á þessari fanpage á Facebook þá fáið þið símanúmerið mitt og þið megið hringi mig að það er stuttur draumur af því að það er mjög mikilvægt að fá hjálp stundum að ráða draumana því þeir eru einfaldir.
Það er ekki, þið eru með svona kannski draumráningabók og ég man eftir það var svona, ég var að skoða eitthvað í sambandi við draumráningar og það kom, þú kaupið þér nýjan bíl eða frænka þín flytur. Svolítið svona eitthvað átt að þýða það og það var svo víðtækt og munið að þetta er einfalt, sem sagt, bara farartæki. Ertu við stjórn eða aftur í einhver annar að stjórna, húsið er allt í veseni á klósettinu, það þýðir svona neðri parturinn, sko, þú veist, er í veseni og höfuðið er eldhúsið og svo eru það herbergin dökk, þá er það ýmislegt sem þú þarft að skoða eða hvernig líður þér þetta þröngt og ömurlegt og ef þú ert í húsi sem er bara í gamla daga, þá er eitthvað það gamla að sækja á þig og það gamla er ekki til. Því það gamla er búið og framtíðin heldur ekki til. Þú verður að vera í mínútunni til að meika það. Ekki einu sinni í deginum. Þú ert kannski að hafa áhyggjur hvernig þú kemur matnum á borðið, hvernig þú ætlar að svæfa börnin eða hvernig þetta allt á að vera. Þá ert ekki í huganum. Því þetta bjargast allt. Bara smetla fingri á morgnana þegar þið vaknið og farið yfir draumana, skrifa hluti niður, smetla fingri og biðja lífið að leysa þennan dag. Og Guð og alheimurinn blessi. Amen.